Jæja, hvar skildi ég vera núna? Jú, ég er komin hérna á vegglistanámskeið í Grundarfirði. Heldur betur spennandi nýjung sem krökkunum í Grundarfirði var boðið upp á í sumar. Hvernig er þetta til komið? Herðu, Grundarfjörður fékk styrk úr Barnamenningarsjóði til að auka við list hérna barna í Grundarfirði. Og þá bara að tala um mig, því ég er nýútskrifuð með meistaragráðu í kennsluréttinum með áherslu á list. Og mér finnst mjög gaman að láta börn skapa eitthvað flott. Þannig að þetta er bara mín ástríða að leyfa að prófa nýtt. Hefur þú sjálf verið að mála veggi? Já, ég hef aðeins verið að prófa og ég líka bara að mála heima, bara á striga. En það sem ég vildi fá á þessu námskeiði, ekki bara að kenna veggjulist, heldur að með list læti ég börnum líða vel. Með því að fá börn í flæði, þannig að verkið er ekki of auðvelt og ekki of erfitt, þá fá þau svona veljinuða tilfinningu við að mála. Og þau náttúrulega vita það ekki, en ég var náttúrulega bara látin inn verkefni og þau voru öll glöð, þau voru öll dansandi og syngjandi og svo bara kom þetta. Og það líka við gátum haldið sýningu í endan á námskeiðinu og sýnt afrakstur þetta vegglistanámskeiðs var bara frábært. Það var mjög góð viðbrögð hérna í bænum. Svo voru þau nú með svolítið svona tvist í þessu. Það sem var rosalega mikið rigning í Grundarfirði, þá ákvað ég að kynna fyrir þeim ný efni. Og það er svona neonmáling. Og með ákveðnu ljósi sem heitir UV-ljós, þá lýsist málingin upp. Þannig að þau þurftu að hugsa hvað á myndinni þeirra vildi koma upp úr myndinni. Þannig að þau fengu bara frjálsar hendur með neonmálingu og þetta var bara glæsilegt hjá þeim. Er þetta eina námskeiðið sem að þið hefur farið á sem er veggjalist? Já! Og voruð þið ekkert efins fyrst þegar kom, heyrðu það er námskeið veggjalist, eða voruð þið bara strax bara, yes, ég ætla að fara á það? Já, eða svo bara svona, yes. Maður vissi ekki fyrst hvað það var, en svo las maður aðeins bara póstinn og heyrðu, já, maður ætla að sjá þetta. Ég held að við bara farum allan bæ að gera bara eitthvað. Já, það var sagt mér það við mig. Ég vissi ekki einu svona af þessu, sko. Fyrir en að ég var með vinum mínum og þau þurftu að fara á það. Ég nefnilega hef ekki heyrt svona námskeið áður fyrir börn í veggjalist. Mér finnst þetta mjög spennandi, en var þetta ekki alveg hundleiðilegt? Nei! Það ekki? Var eitthvað svona sem kom ykkur á óvart eða eitthvað? Já, svolítið. Hvað var það? Hvað var svona óvart? Ég setti Lísa. Eins og það, já, þú veist, það var bara ekki hjá. Þið gerir eitt listaverk sem að sést þegar það er kveikt ljósið, svo slökkvið ljósið. Næst þá, eða annað listaverk. Já, þá er það bara allt annað. Það mun bara sjást allt. Það verður bara miklu flottara þegar. Og annað listaverk. Og það kemur nýtt listaverk út. Það er nefnilega svolítið magnað. Haldið þið að þið eftir að vera að gera eitthvað fleiri listaverk eitthvað staðar? Já. Ekki mikið, kannski smá. Kannski smá, já. Hér inni eru þau hvert og eitt með sitt listaverk. En úti voru þau með stærri verk og að gera saman. Já, það sem er grenndagarðurinn hérna fyrir utan, þá ákveðum við að gera listaverk sem myndi hjálpa grænmetin að vaxa. Þannig að það er sól og rigning og svo er svona regnbogi í miðjunni með blómum og grænmeti. Þannig að þetta var svona þátttökuverk hjá öllum, sameiginlegt og þau eru mjög stolt af þessu.